Góðan daginn og velkomin á námskeið tímastjórnun. Ég heiti Anna Kristín og ég ætla að fara aðeins yfir helstu tæki og tól sem hægt að nota til að stjórna tíma hjá kennurum. Í fyrsta lagi, það sem við ætlum að fara yfir, þá það í fyrsta lagi stjórnar þú þínum tíma eða stjórnar hann þér. Við ætlum að fara yfir dagbókina, bæði dagbók sem maður getur skrifað í sjálfur og dagbókina sem þú ert með í tölvunni. Við ætlum að fara aðeins yfir hvernig hægt að geyma gögnin þannig að þau séu alltaf aðgengileg og maður þurfi ekki alltaf að vera að leita. Fara yfir helstu aðferðir og hvernig hægt að flokka póstinn. Svona helstu atriði í verkefnastjórnun og þá verið að tala verkefnastjórnun varðandi gögn og póst og fleira. Og aðeins yfir hvernig hægt væri að stýra tímanum í kennslu og rannsóknum. Í fyrsta lagi það sem maður myndi vilja spyrja það hversu marga tíma ert að vinna meðaltali á viku? Og í framhaldi af því, hvað flokkar þú sem vinnu? Það bara tímarnir þar sem þú ert í vinnunni eða það tímarnir þar sem þú ert að keyra til og frá vinnu? Það á kvöldin þegar þú ert komin heim? Hvað nákvæmlega flokkar þú sem vinnu? Og það það fyrsta sem við þurfum að spá í. Fyrsta verkefnið því þetta. Hvað þetta cirka margir tímar á dag sem þú ert að vinna? Í fyrsta lagi skrifaðu niður hvað þú ert lengi að ferðast til vinnu á dag. Það langt eða þetta kannski bara 5 mínútur eða 10 mínútur eða þetta allt upp undir hálftími? Skrifaðu niður hvað þú ert að meðaltala marga tíma á vinnustaðnum á dag. Hvað ertu marga tíma meðaltala að vinna heima á dag? Og reyndu að setja niður tíma sem þú ert að hugsa vinnuna á hverjum degi.